Velkomin í Eldum Íslenskt. Í þessum þætti ætlum við að skoða svínalundir og við ætlum að fylla þær með ýmsu góðgæti. Við ætlum að fá að mumma upp í skóla enn eina ferðina til að sýna hvað hann klár kokkur. Og svo ætlum við að fá ungan mann sem heitir Torfi og er að vinna á grillinu Hótel Sögu. Og það vill svo skemmtilega til að hann var hæstur á Sveinsprófi á síðasta ári. Hann ætlar að sýna okkur hvernig hann getur fyllt svínalundir á sínu lagi og hann gerir það mjög skemmtilega. En við ætlum að byrja þáttinn að kíkja upp í Laxárdal og hitta svínabændurna þar. Já, það má í sjálfu sér rekja svínarækt alveg eftir á landnámsöld því að það liggur fyrir að landnámsmenn þeir höfðu með sér sinn bústofn og þar á meðal vógu svínin þungt og það má fullyrða nokkurn veginn að á fyrstu áratugum Íslandsbyggðar hafi svínakjöt verið burðarásinn í kjötneyslu landnámsmanna. En þú varst að segja að það er mörg svona kennileiti á Íslandi sem þetta rekja til þess tíma? Já, við þekkjum þetta úr umhverfinu og við þekkjum Galtafell. Galtafell er hér stutt frá okkur. Við höfum Svínahraun og Svínadal og Svínavatn og svo framvegis og allt er þetta merki þess að í landinu hafi verið talsvert svín og við þekkjum það líka af gömlum sögnum eða sögum að hér hafi verið stórir flokkar svína sem hafi farið vítt landið. Komið í sæl, ég heiti Guðmundur Guðmundsson, kennari við Hótel- og Matvælaskólann, Menntaskólann Kópavogi. Núna ætla ég að taka grísalund og fylla hana með gráðosti og brúnan á pönnu og steikja hana í ofni. Með henni ætla ég að gefa súrsett kál. Í gamla daga var alltaf nota svona stál til þess að sem var rekið í gegn inn í kjötið fyrir fyllinguna. Nú margir voru kannski með gömul og ljót stál sem voru ekki beint frýnileg til þess að gera þetta og gat jafnvel verið skítur á því. Hérna er mér nýtt og hreint stál og ég ætla núna að sýna ykkur hvernig ég nota það. En öðrum kosti líka hægt að nota bara hníf og stinga hérna inni. Til dæmis sem er að fylla hérna svínarhrygg, fíle, þá getur maður að nota svona stál. En hnífurinn hann kemur líka að gagni og maður getur snúið honum inn í lundinni. Og þetta er nú bara svona vinna með að koma þessu inn í. Það er hægt að fylla, svona er hægt að fylla með ávöxtum og ávöxtum, þurrkuðum ávöxtum til dæmis sem maður er kannski þá aðeins búinn að forsjóða vegna þess að lundin þarf litla steikingu. Það er ég bara hinum megin frá, ýti þessu hérna inn á miðunni, fer hinum megin frá og fylli lundina þannig að hún sé alla leið, sem sagt, ostur alla leið í gegn. Svona. Nú ætla ég að krydda hana. Ég krydda hana bara á einfaldan máta með salt og pipar. Auðvitað er hægt að krydda þetta með einhverjum kryddblöndum og eftir því sem þið óskið. En þetta er svona leiðin sem er alltaf örugg og klikkar aldrei. En nú brúna ég þetta á pönnu. Búin að hita pönnuna. Setja olíu á. Hún er vel heit. Brúna gilli lundina á öllum hliðum og ég ætla að steikja smá í speikborn með þessu. Það var það svona vel steikt með. Ég noti bara sömu pönnuna í það. Þá kemur svona smá reyktu blær í smá reykt bragð í réttinn. Svona.
Þegar ég er búin að þetta, þá er það súrkálið sem ég lagaði í gær. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ég geri það. Set hvítkálið hérna yfir til suðu. Svo rýrnar með helming. Sykur. Ef þið viljið forða sykurinn, þá minnkið hann bara. Edik. Svo smökkum við vökvann til á eftir þegar að bara eins og annað sem þeim er að laga. Þetta verður svona súrsætu vökvi. Svona. Og síðan kemur hérna þetta frábæra kúmen hérna. Kryddin frá pottagöldurum, góð. Setjum kúmenið. Setjum þetta yfir til suðu. Eins og sjáið þá er lundin orðin hérna gylt og falleg og síðan baka hérna í svona, myndi segja bara svona 150 í svona 7-8 til 10 mínútur. Nú er ég búinn að baka lundina í 7-8 mínútur á bara rólegum hita, 140-150 gráðum. Og þá er að setja þetta á diskinn. Nú er grísalundin tilbúin. Ég tek hana hérna, set hana á brettið og leyfi hana að hvíla í smá stund. Hérna ætla ég að taka pönnuna og laga smá sósu. Hérna sjáum við pönnuna, hérna er steikaraskóin og gráðostur. Og þetta er náttúrulega alveg upplagt að nota þetta. Ég gæti verið búinn að laga sósu og bæta hana með þessu, ég væri að laga fyrir marga. En núna er ég bara að laga fyrir 1 eða 2 og þá bara get ég laga hérna sósu úr þessu. Ég helli bara smá rjóma á þetta. Og leysi þetta upp. Sjáum við. Þarna kemur svona mild gráðosta sósa og steikarskóurinn allur kjötkrafturinn sem að ég misti úr hérna kjötinu. Hann fór hérna í pönnuna. Þannig að hér er maður komið með alveg dundurfína sósu. Aðeins að þetta er nú svona allt í sama lit sem er kannski allt í lagi, en aðeins að lífga upp á hana og saksa hérna steinselju. Það gefur bara gott bragð. Örlítil pipar. Salt yfir örugglega og kemur rostinum og þannig að hérna er ég komið með svona vel góða sósu. Þá er komið að því að setja þetta á diskinn og ég byrja hérna á gálunu, súrsætu gálunu. Þetta er svolítið vel að því. Síðan þarf ég að skera grísalundina. Þannig kemur hún. Svona. Osturinn vil svona leka aðeins úr. Síðan tek ég hérna sósuna. Svo sjáið. Set hana hérna. Sósan. Og síðan tek ég beikonið. Sker það. Svona.
og því að setja það þarna á miðjuna. Þá er það klár, gráðostafyllt grísalönd með steiktu beikoni, gráðostasósu og súrsettu káli með kúmini eða mildu súrkáli. Gjörið svo vel. Úr svínaframpartunum hefur orðið til afskurður sem að við höfum hakkað. Það má sjálfsögðu kaupa líka hakk út í búð. Við ætlum að búa til kjötfars úr þessu. Hér höfum við kíló af hakki, vel fitu og sýnarhreinsuðu. Við setjum það í matvinnsluvélina fínu. Sama við það hálfu laukur. Ýtið þessum vel hérna niður. Og cirka 30 grömm af salti. Við byrjum á þessu. Látið þetta ganga í smá stund. Í þetta fer hálfur lítra vatni. Við setjum hluta af því saman hér strax. Nú hefur laukurinn, saltið og vatnið blandast vel við kjötið. Þetta er fyrsta stig af farsgerðinni. Þá setjum við hveiti. Þetta er 100 grömm af hveiti sem fara saman. Og krydd, hvítur pipar, tvær teskeiðar, og síðan er ágætt að bæta við restina kjötkrafti, nautakjötkrafti, og það setjum við 4 teskeiðar kúfaðar af honum sama við. Ýta þessu hérna aðeins niður. Og lokið. Höldum fyrir gatið. Restin af vatninu. Og athuga áferðina, hvernig hún er orðin. Komið þétt og gott kjötfars sem býður steikingar. Ég heiti Torfi og ég er matreiðslumaður á grillinu á Hótel Sögu og ég ætla að gera fyrir ykkur fylltar svínalundir. Og ég ætla að byrja því að græða smá döðlusöldu með valhnetum. Þessar döðlur sem ég er með núna eru með steinum í, þannig að við bara opnum það svona. Þess að fjarlæga steinin. Það er auðvelt að taka steinin á döðlunum, þess að þær eru mjög mjúkar og vel þroskaðar þessar. Þetta ætti að vera nóg í bili. Og svo bara að gera aðeins að saxa létt yfir þetta. Við viljum hafa þetta svolítið gróft og með bitum í. Svona. Svo erum við valhnetur. Taka smá af þeim og bara gróft saxa þær líka. Svo búum við svo vel að við erum með smá afgangsrauðvín. Við ætlum að nota þetta í þetta. Gefur mjög gott bragð. Svo líka hægt að nota bara vatn í staðinn fyrir rauðvíni.
þurfum í raun og veru bara hvaða vökva sem er. Svo smá sykur, sem við ætlum að hafa það svona létta sultu. Aðeins meira rauðin. Leyfum þessu bara aðeins að sjóða saman. Og skellum þessu svo bara út í þegar við erum komin með suðun upp. Uppáhaldsminningarnir mínir íslenska mat hefur verið hérna þegar ég var í námi erlendis þegar maður kom alltaf heim og fékk sem sagt matinn og fann hvað það var raun og veru sko gott bragð af íslenskum mat, íslenskum landbúnaði vörum sem voru alltaf öðruvísi heldur en hérna annar staðar og svona bestu minningarna voru alltaf þessi fyrstu kvöld eftir að maður kom heim eftir langa dvöl erlendis. Núna er rauðvínslegurinn byrjaður að sjóða þannig að ég ætlum bara að skella hérna döðlum út í. Leyfum þeim aðeins að mýkjast vel upp. Bara leyfa þess að malla lengi því að við erum bara búið til sultu. Nú eru döðlunar vel mjúkar, þannig að við ætlum að skella valhnetunum út í. Þeim svo mýkjast vel og fá góða, svona grófa sultu. Þá er sultan klár, eins og séð hérna. Þá tökum við þetta bara af hitanum, skellum smá fetaost út í. Það er náttúrulega bara að fyrir til smekk hvers og eins hvað þið viljið setja út í. Getið sett hvítmygluost eða hvað sem er, eða bara sleppt í. Aðeins að vinna þetta létt saman. Svo geymi ég þetta bara hérna til hliðina á. Ég ætla að græða fyrir ykkur svínlundina sem ég með hérna. Ég er enda með tilbúna snirta svínlund. Þar sem ég ætla ekki að nota hausinn núna, þá tek ég hann bara af svona. Fínt að geyma hann eða ætlar að gera núðlur eða gúllas eða eitthvað líka. Þegar ég er að fylla svínlund þá finnst mér langbest að taka bara hnífinn, stinga hérna inn í, gera smá gat. Það eru margir sem vilja nota stál eða brýni til þess að stinga inn í lundina en þá náttúrulega er hægt að því að skilja eftir sarg og það er bara ekki alveg í lagi að gefa vont bragð og leiðindi. Þannig að ég ætla að nota plastsleif hérna í staðinn. Aðeins til þess að víkka gatið. Smelli bara í gatið sem ég var að búa til með hnífnum og renni bara út í gegn. Svona. Þá er þetta komið. Ég er með sprautubók hérna. Gerir þetta mjög auðveldara að fylla lundina. Tek fyllinguna. Setja hann í sprautubókan. Gerir smá gat. Mjög mikilvægt að henda alltaf strax plastinu. Annars getur það að fara í matinn og það finnst enginn gott að fá plast upp í sig. Svo bara sprauta inn í lundina. Það er fínt að nota sleifina bara til þess að fylgja þess inn. Svona. Svo er þetta snúna bara við. Finna gatið þar sem að sleifin kom út hinum inn. Og sprauta á móti. Skellum smá olíu á pönnuna. Bíðum eftir að hún hitni vel, svo við náum einhverju alvöru brúningu á kjötið. Og ástæðan fyrir steikin kjötið er að fá gott steikingabræði í kjötið. Skellum þessu bara inn á pönnuna, sem er orðin vel heit. Gefum smá salt. Smá pipar. Svo finnst mér alltaf mjög gott að taka smá hvítlauk. Þurfum ekkert að taka utan á honum, bara kremja hann. Hendur hann með. Kemur smá auka bragð í olíuna með við erum að steikja. Svo snúum við bara kjötinu. Rétt svo bara til þess að fá fallega brúningu á þetta. Þess að sjá hérna. Þarf ekki langa tíma hver hlið. Þegar svo ætlum við að henda þessu inn í ofn.
og ég er með hitastólana pönnu hérna með stálskafti, þannig að ég get bara hent pönnunni bara eins og hún er inn í ofn. Þurfum ekki að setja þetta á bakka. Aðeins að krydda hérna megin líka. Ég ætla bara að sýna ykkur hvernig þetta lítur út núna. Aðeins svona að brúna þetta. Hérna er fyllingin inn í. Það sem við viljum gera, við viljum elda þetta vel. Því að svínakjötið þarf meiri eldun heldur en til dæmis nautakjöt. Þannig að ég ætla að skella þessu bara aftur á pönnuna, henda þessu inn í ofn og leyfa þessu að klárast þar. Ég ætla að vera með svartrót og perur með þessu. Þannig að það sem ég ætla bara að gera er að skræla svartrótina. Svartrót er rótargrænmeti sem er reyndar alveg þakið í mold og mjög gott að skóla hana bara vel og lengi áður en við skrælum hana. Þannig að losnum við mestu óhrifmyndina af brettinu, skerjum endan af og svo það sem ég ætla að gera, það er bara einfalt. Skræli ég bara svartrótuna áfram og nota bara lengjurnar sem salat. Þurfum ekkert að elda þetta en eitt svoleiðis, virkilega góð og stökk, svona hrá. Ná. Skella þessu í skál, tekið bara sítrónuna, kristi vel að safa, frekar meira heldur en minna. Svo komum við fyrir að hún brúnist, því hún brúnast þegar hún kemst í snertingu við súrefni. Ná. Og við tökum peruna í raun og veru á svipaðan hátt. Tökum hérna aðeins að endanum. Svona. Svo notum við bara skrælarann og náum svona litlum sætum borðum. Svona. Skelltum þessu bara út í sítrónuvatnið til þess að halda litnum líka. Það var salatið klárt. Skellum við í aðra skál til þess að losna við mesta vatnið. Svo var ég að hugsa að aðeins að velta þessu úr smá jógúrti. Opnum bara jógúrtið. Þetta er smá hérna á. Svo ætla ég að taka smá graslauk. Bara aðeins sögsum hann. Bara smá vilt. Skellum út af salati. Svo bara veltum við sér raun og veru upp úr, bara með höndunum. Það komið svona létta dressingu. Þá er kjötið verið klárt. Kippum við bara út. Og það er ekkert mál út að fyllingin leki aðeins til, eins og við sjáum. Hún er aðeins orðin komið meira út allt. Tökum bara kjötið. Skerum tvær sneiðar. Sjáu þetta hérna. Og svo skellum við þessu bara á diskinn. Bara svona. Tökum salat okkar. Setjum það bara vilt og galið hérna á. Út allt. Svo stökk ég aðeins út í garð til hans, garð hjá hann Bjarna. Týndi smá dillblóm og spánakerfil sem vex alveg út allt hjá hann. Hendum við hérna á. Gerir þetta fallegt og gefur gott bragð. Ná, þá er þetta klárt. Fyllt svínalund með svartrótur og ferjusalati og villtum blómum frá hann Bjarna. Verið ykkur góðu.
Nú hefur laukurinn